Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, nú komið að pólitíkinni, það náttúrulega sem verkast, mikilvægast, áhugaverðast í alheimspólitíkinni embættistaka Donald Trump og hvað hún eiginlega merkir, á hvaða vegleið hann og mun hann draga okkur með á þeirri leið. Trump fasisti, spurðum við hérna í gær og við ætlum eiginlega að halda því bara áfram af það sem fyrstu spurningu til Eiríks Bergmanns, prófessor í stjórnmálafræði. Trump fasisti? Hann ekki hefbundin fasisti í það minnsta. Það hins vegar alveg rétt að það farið að glitta í þann tíma að það þurfa að fara að draga fram þetta hugtak aftur. Það orðið það margt sem minnir á fasisma fyrir tíðar, þannig að ég ætla allavega að segja að spurningin alveg réttmætt á þessum tímapunkti. Þegar Trump var seinast við völd, þá skorti nú ýmislegt upp á að væri hægt að kalla hann fasista og það kannski einhverjum sýrilagi það að hann var ekki sérlega einbeittur í að safna undir sig völdum. Hann stýrði, hann leik meira svona allt leik á reiði skjálfi fyrir höggar heldur en að hann væri að stýra með afgerandi hætti eða þagga niður í hópum eða fjölmiðlum eða þau stöðva frjálsa umræðu í háskólum eða eitthvað svoleiðis. En hann miklu skipulagri núna. Hann gengur miklu skipulegar til verk núna heldur en áður og tilskipanirnar sem að koma auðvitað af ætt valdboðs. Það autoriterianismi í mjög mörgu af því sem þarna gert. Það farið fram hjá lýðræðislegum stofnunum. Það farið fram hjá svona réttarkerfinu. Það sem að við köllum regluveldi ekki í heiðri haft og það allt saman það sem einkenndi fasisma fyrir tíðar. En nú myndi hann líklega segja en ég ekki tilbúin til þess að nota þennan stimpil bara klárt og kvitt. En nú myndi ykkur segja að hann kosin til þess einmitt að fara framjá regluveldinu vegna þess að regluveldið hefur haldið uppi ykkur í skipan sem að almenningur vill ekki. En fyrsta leiki við sem það sé satt. Ég held að ef að spurt væri hvort að fólk teldi réttarríkið vera réttmætt, þá myndi fólk fallast á það. Að við viljum búa í réttaríki, við viljum búa við regluveldi í merkingunni enska hugtaksins rule of law, að það sé stýrt samkvæmt lögum og reglum og það sé ekki farið fram hjá leikreglunum. En hann segir að réttarkerfinu hafi verið beitt í pólitísku tilgangi til að grafa undan sér, til dæmis. Jú, og jafnvel þóttu við myndum fallast á að það væri rétt. Við myndum bara gera það röksemdarinnar, rökræðina vegna. Og við þetta stór flókin fyrirbæri eins og regluverk ríkis ekki alfarið fagleg eða alfarið ófagleg eða hlutdræg heldur þetta alltaf einhvers staðar eitthvað grátt svæði. Spurningin bara hversu stórt þetta gráa svæði og hvernig það virkar. Þannig að jafnvel þó sem myndi fallast á það einhverju leiti að það væri farið harðar eftir honum út af einhverjum pólitískum ástæðum að þá myndi það held ég ekki breyta því að fólk teldi að forsetinn ætti eftir sem áður að fara lögum. Meiri hluti. Já. En góður minnihluti. Ákveðin minnihluti, já. Ákveðin minnihluti tilbúin. Við höfum séð það að frá því að frjálslynt lýðræðiskerfi nútímans festist í sessi, segjum eftir seinni heimsstyrjöld, segjum að þið frjálslynda lýðræði hafi verið svo veikburða á fyrri tíð að það sé kannski ekki hægt að halda því fram að það kerfi hafi fest sig almennilega í sessi á Vesturlöndum, en segjum
við gefum okkur það frjálslynda lýðræðiskerfi sem hefur fessi í sessi eftir seinni heimsstyrjöld, það naut almenns stuðnings vel flestra í vestrænum lýðræðissamfélögum, en á þessari öld þá höfum við séð minni stuðning og fleiri fann að efast réttmæti þessa kerfis. Og frjálslynt lýðræðiskerfi þá kerfi valdreifingar, bæði valddreifing á völdum ríkisins í þrískipting þess, en það líka þarf að hafa öfluga lýðræðislega umræðu í samfélaginu og opna fjölmiðla og fleira sem þarf að halda. Það þarf að vera réttur fólks til þess að heyja baráttu sína og vera með verkalýðsfélög og alls konar hagsmunasamtök og það svona opin degla og við gerum ráð fyrir því að stjórnvöld verði að vinna í einhver svona sátt við þetta kerfi. Já, og getur ekki gengið gegn réttindum fólks. Já, en það það sem að Trump að segja, að þetta bara tafir í þessu, þetta skilar ekki þeirri niðurstöðu sem að við viljum almenningur og ég kann að lesa það hvað almenningur vill og ég mæli fram og þess vegna get ég bara gengið þvert á þetta samfélag með tilskipanir. En nú hefur almenningur aldrei búið við eins almenna velsæld eins og Vesturlöndum seinustu 70 ár, 80 ár eða svo og þess vegna náttúrulega full ástæða til að brjóta upp það kerfi. En við reyndar sjáum í Bandaríkjunum sem við förum í eftirstríðsárin að þá voru svona mælikvarða sem voru notaðir meðal annars lífslíkur. Að við sjáum að í Bandaríkjunum sjáum við þær falla tilbaka, þannig að við höfum séð á undanförnum árum og jafnvel áratugum ákveðna hrörnun í þessu gullaldartíma eftirstríðsáranna. Já, ég ætla að taka 2 þræði hérna úr því sem þú hefur nefnt. Fyrsta lagi þetta varandi frjálslynda lýðræðiskerfi. Þú ferð ágætlega yfir það hver frjálslyndi hlutur þess og ég held að sé ekki allir sem gerir sér grein fyrir því að lýðræðiskerfi okkar ekki bara lýðræðiskerfi merkingunni þess að meiri hlutin eigi að ráða för. Það annar kannski hlutin af hinu frjálslynda lýðræðiskerfi. Það svona að laða fram almannaviljan. Og við löðum almannaviljan fram yfirleitt með hugmyndinni einhvers konar meiri hluta ræði. En það bara annar parturinn af 2 réttháum. Frjálslyndi hluti eins frjálslynda lýðræði þetta sem þú nefnir. Það sem sagt réttindi einstaklingsins. Það það að almannaviljinn hann á ekki geta gengið gegn mínum rétti ef að ég kýs að vera einhvern veginn á skjön við meiri hlutan, haga lífi mínu öðruvísi, vil segja eitthvað sem að ekki talið tilhlýðilegt í þjóðfélaginu, þá hef ég réttindi til þess. Þess vegna tjáningafrelsið mikilvægt, þess vegna samtakamátturinn eins og þið gerið í sósíalistaflokknum og svona, þið hafið rétt á því að taka ykkur saman, bjóða fram og svo framvís, það ekki hægt að meina ykkur það, jafnvel þó svo að þið hafið ekki einhvern meirihluta vilja á bak við ykkur, þá hafið þennan rétt, þetta partur af hennu frjálslynda lýðræði. Ég í akademíunni partur af hennu frjálslynda lýðræði, við höfum akademískt frelsi. Akademískt frelsi þýðir það, við höfum frelsi til að rannsaka það sem við kjósum, við höfum frelsi til að tjá okkur þau málefni eftir eigin hug án þess að það sé hægt að áls okkur fyrir það, til dæmis með atvinnumissi eða einhverju þessartar. Þessum að þjóðernispopulistar samtímans og seinustu á þessari öld aðalega hafa verið að gera að setja sig upp í andstöðu við hinum frjálslynda hluta hins frjálslynda lýðræðis. En þeir upphefja lýðræðishlutan í merkingunni meirihlutaræðis með þeim formerkjum að þeir sjálfir hafi einhvern veginn höndlað almannavilja. Þannig að þeirra túlkun á almannaviljanum sé það sem eigi að ráða og það það sem Trump að gera. Hann segir, ég hef fólki á bakvið mig og þess vegna þetta lýðræðislegt. Og þú í akademíunni hefur notað þitt frelsi til þess að grafa undan vilja þjóðarinnar eins og ég upplifan og skilan.
og hérna og þess vegna sé réttmætt að sko takmarka mitt akademiska frelsi í og svo þeim stjórnmálasviðinu að gæti vegna stuðnings sósíalista við frelsisbaráttu Palestínumanna að þá séu þetta samverkamenn hryðjuverkamanna og þar nægandi höfum við rétt til þess að banna það. Og hitt sem að athyglisvert og sem að held ég skýri. Má ég skjóta neitt svona neðamáls? Já. Ef að þetta skilgreining á þjóðernispopulisma, af hverju varst þú og fleiri ekki bara einfallega að kalla þetta fasíska hreyfingu? Því að þetta náttúrulega einkenni á fasismannum sem að upphefur sko vilja meirihlutans og réttans til og hafnar. Sko tvær ástæður fyrir því. Ein svo að stimpli eins og fasismi, nasismi fylgir bara svo mikil byrði sögunar að þú getur hreinlega sko ruglað umræðina með röngum merkimiðum. Ef þú ert of bráður á þér að kalla eitthvað nasisma eða fasisma þá rauninni falla þá geta röksemdir þínar sko fallið bara við það í sjálfu sér. Þannig að það mikilvægt að fara varlega með þessa merkimiða. Þeir fela svo mikla sko neikvæða sögu í sér að það ábyrgðarhluti að nota það. Þannig að það endurtökkast ekki aldrei alveg eins og þá getur sá sem sakaður að fasisti bent á en ég ekki eins og þetta og það ekki þótt að öllum ætti kannski vera ljóst að þetta náttúrulega bara þróun stjórnmálastefnu sem að endurfæðast á okkar tímum og bara fasísk í eðli sínu. En svo hitt að ef að við sjáum koma fram og raunverulegar fasískar hreyfingar þar sem að við sjáum svona herska og öfl fyrri tíðar vera að taka á sig mynd í dag, þá mikilvægt að eiga inni þessi hugtök. Þess að geta þá notaði þegar það raunverulega orðið þannig. Og þess vegna sagði ég hér í upphafi þessa spjall sko að það ástæða til þess að fara að skoða það. Hvort það sé þá ekki eitt og annað núna sem að þessi hugtök eiga við En ég ætla bara að bjóða upp á annað hugtök sem ég held að nái betur utan það sem við stöndum frammi fyrir núna og það valdboðshugtakið. Þetta ákveðin svona autoritorianismi sko sem að við erum að horfa upp á. Ég get hins vegar alveg sagt að sko Vladimir Putin þetta fasísku stjórnmálaleiðtogi að ákveðnum hætti. Og þá það vegna þess að hann reynir ekki einu sinni lengur að halda því fram að það sé virt lýðræði í Rússlandi. Og það gengið það langt og heildarhyggjan þjóðina og að leiðtoginn hafi höndlað almannaviljan og að stefna hans sé í rauninni stefna þjóðarinnar. Þetta hinn hið fasíska inntak. En Donald Trump hefur aldrei verið þarna. Hann næstu því þarna. En hann komin inn, hann svona farin í humátt. Ég meina Grænland hans Úkraína? Já, ég meina þegar að landvinningar eru komnir inn í spilið, þá náttúrulega eru komnir nær þessu heldur en áður. Og það sem að gerast í ásælni hans, bæði í Panama og og Grænlandi, alvarlegra á Grænlandi, allavega fyrir okkur, að það orðið mjög alvarlegt. Hvaða nafni sem við köllum það, þá ásælni hans í Grænland út yfir allt sem að getur rúmast inn í frjálslyndu lýðræðiskerfi samtímans. Þannig með tillögur lausn á vanda Palestínu með því að flytja palestínumenn úr Palestínu. Já, en ekki til Bandaríkjanna heldur til annarra ríkja. En það svona svipað, þessar hugmyndir eru bara komnar til umræðu í alþjóðastjórnmálum. Það líka bara það sem að gerast í alþjóðakerfinu að hið marglaga kerfi ríkja samtaka að brotna upp og leiðtogar eins og Donald Trump, Vladimir Putin og aðrir eru að krefjast þess að alþjóðasamskipti fari núna fram milli ríkja og ástæðan svo að þeir fara fyrir fjölmennum voldugum ríkjum sem hafa yfirhöndina
í slíkum samskiptum og fjölþjóða kerfin okkar eru svo veikburða að þau standa einhvern veginn ekki saman, eins og til dæmis Donald Trump hefur tekist að gera Grænlandsmálið að deilu milli Bandaríkjanna og Danmerkur. Og Evrópusambandið eiginlega varla að borðinu og núna Mette Frederiksen að hitta utanríkisráðherra einhverja Norðurlandaríkja staðin fyrir ekki okkur samt en staðin fyrir þetta sé bara á miðlægu borðið í Brussel þar sem allt Evrópusambandið kæmi að málinu og til dæmis hótanir Donald Trump að beita viðskiptaþvingunum. Þær býtu þetta ekki ef að alþjóðasamfélagi tæki sig almennilega saman. Hóta núna Kólumbíu 25% tolli. Segjum sér svo að ef öll Mercosur ríkin í Rómörsku Ameríku myndi taka sér saman og segja ok, gjörðu svo vel, þá færðu 50% toll á allar bandaríska vörur frá okkur. En kannski það ástæðan svo að þau gerir þetta ekki að því að þau telja sér ekki að hafa hag af því að blanda sér inn í þetta og horfa þá bara á hann kúa Kólumbíu. Já, en þá það verður svo næsti. Já, við vitum að það sé þannig í Evrópu að til dæmis Pólverjar eða svona austantalsþjóðurnar leggja miklu meira upp úr varnarbandalagi við Bandaríkin heldur en leggja eitthvað traust sitt á Vestur-Evrópuríkin og kannski hefur Mette bara metið það þannig að leiðin hennar til þess að búa til einhverja varnarstöðu í þessu væri að tala við Skandinavana en ekki við Evrópusambandið. Já, en þannig þú að útskýra ástæðuna fyrir þessum veikleika sem ég að nefna og að það að hann sé til staðar í rauninni vandamálið og ég hygg að alþjóðasamfélagi mun ekki ná tökum á þessum stjórnarháttum hótana og valdboðs nema með samtakamættinum. Sem ekkert endilega gefið að hann finnist? Nei, Angela Merkel talaði mikið þetta þegar Donald Trump kom fyrst til valda og reyndi að koma á styrkari samræmingarferli Evrópuríkja gagnvart Bandaríkjunum en náði ekki mjög langt í gegn með þann málflutning. Og nú er Merkel ekki við völd. Nei. Og vilji til endurskoðunar á hennar framlagi og hennar orðspori fyrir heldur hnignandi en Trump mættur aftur í Hvíta húsið. Trump mættur aftur en hún hafði hins vegar alveg rétt fyrir sér mikilvægið. Alveg burt séð hvað fólk finnst hennar störfi öðru leyti að þá hafði hún alveg rétt fyrir sér mikilvægt. Þannig að þetta samanbrot á hinu fjölþjóðlega kerfi og að tvíhliða samskipti verði meira ráðandi í veröldrinni gjörbreyting á hinu frjálslynda lýðræðiskerfi eftirstríðsárana þar sem ofan á þjóðríkið kom alþjóðlegur strúktúr bara hluta til lýðræðislegur til að hemja hinn sterka alveg eins og voru reglur og lög innan ríkjana til að hemja hinn sterka og það eitt ríki í veröldinni sem á meira undir þessu fjölþjóðlega kerfi heldur en kannski nokkuð annað sem að mun fara kannski vest út úr þessari breytingu ef að hún raungerðist og verður almenn og bjóðar upp á að giska hvað ríki það sem háðast alþjóðalög séu virt. Já. Það kannski það ríki sem háðast alþjóðlegum viðskiptum og með stærsta hlutan efnahagsins í alþjóðlegum viðskiptum og þá það líklega bara við. Já, Ísland það ríki sem á mest undir í okkar heimsluta í það minnsta og maður fullir ekki ómikið undir því að fjölþjóða kerfi alþjóðasamfélagsins, alþjóðalög og alþjóðastofnanir séu virtar. Það kom ekki hér hafísár sem að eyðileggja samskipti okkar við aðrar þjóðir. Við getum rifjað upp í sögunni hvað afleiðingar það hefur. Bara viðskiptafrelsið, verslunarfrelsið, frelsið með þjónustu, fjármál, ferðafrelsi okkar. Þetta allt undir. Eitt sem að ég hef heyrt að svona hluti af vinstrinu líka skeptist á að flagga að Trump sé fasismi.
fasisti. Og það kannski byggt á svolítið ólíkum svona nálgun, samt kannski líkt og þá það kannski að Eiríkur Bergmann, hann að tala fyrir hinu frjálslynda lýðræði sem einhverju gullalda tíma á Vesturlöndum og eftirstríðsárunum. Og með því að taka gagnrýni og hvernig Trump öðruvísi heldur en það fyrir brýði, þá erum við eiginlega að láta líta svo út að þarna séu 2 valkostir og þar með verður tímabilið á eftirstríðsárunum og fram að tíma Trump svona eitthvað hið góða og þá eiginlega hvítþvofum við það. Þegar að Biden var að kveðja til dæmis og þá talaði hann að Bandaríkjamenn stæðu frammi fyrir því að vera detta inn í eitthvað svona ólígarkisma og hann meiri sig að forseti Bandaríkjanna sem var að hverfa sem fulltrúi eins frjálslynda lýðræðis eða sem vildi vera það. Hann dró upp mjög sterka mynd eins og að hættan væri svo að við værum að missa samfélögin okkar heimsluta, það var náttúrulega fyrst og fremst Bandaríkin, yfir í einhver svona ég hef kallað þetta alræði auðvaldsins. Jú, og það hefur alveg gerst í skjóli þessa frjálslynda lýðræðiskerfi að sko ef þú vilt nota þessi marxísku hugtök eins og auðmagn og auðveldi og allt það hefur alveg við sumt sko. Mjög góð til þess að reyna að skilja heiminn. Þá það alveg rétt að misskipting hefur sums staðar aukist fram það sem að getur talist kannski heilbritt í lýðræðisþjóðfélagi. Sko lýðræðisþjóðfélag og sérstaklega frjálslyndt lýðræðisþjóðfélag krefst þess að fólk standi svona sæmilega jafnvætis gagnvart, auðvitað ekki gagnvart öllum hlutum en svona það svona standi svona sæmilega jafnvætis gagnvart lýðræðislegum ákvörðunum og ýmsu svona varðandi ýmsu tækifæri til menntunar og einhverju lágmarksheilbrigðisþjónustu og allt það og svo eru þetta alltaf eitthvað fólk sem stendur miklu betur efnahagslega og sumir eru svo auðugir að þeir geta veitt sér og sínum allt sem að hugsa getur í lífinu en þegar auðurinn orðin sko svo langt fram það hann farin að ráða lögum og lofum í þjóðfélagsgerðinni þá ekki lengur þannig að fólk standi einhvern veginn til þess að gera bara neitt hátt jafnfætis og það hefur sín áhrif. En svo hægt að líta á þessa breytingu þá aðeins öðruvísi líka. Þetta svona Vesturlanda miðuð sín á veröldina. Og þú segir að ég sé einhver talsmaður hins frjálslynda lýðræðis. Já, ég get alveg fallist á að það ágætt skerfi. En ég vil nú samt halda til haga, ég ekki talsmaður neins sko í þessu. Og ég held ég geti staðið við þá fullyrðingu sem ég nefndi hér líka í upphafi sko að almennt hefur ekki verið meiri velsæld svona almenn velsæld í veröldinni eins og á Vesturlöndum og eftirstríðsárunum í þessu frjálslynda lýðræðiskerfi þrátt fyrir það séu alls konar brotalamir og mjög margir sem hafi staðið halloka og fátækt sér til staður. Aldrei meiri jöfnuður heldur en á Íslandi svona fram til 1995 svo þessi vitnaði í rannsóknir Stefáns Ólafssonar í heiminum. Þannig við tveir ólust upp við mesta jafnaða samfélag sem að mannkyn hafi séð. Já, ég meina þetta allt saman satt og rétt. En þetta líka kerfi þar sem Vesturlönd hafa borið sjálf yfir jarðarkringluna og Vesturlönd við höfum bara deilt og drottnað í þessum heimi og aðrir heimshlutar hafa bara þurft að standa og sitja eftir því sem að við segjum tilum. Það líka þetta að horfa á þá þróun sem við erum að skoða hérna þá að Vesturlönd séu núna að svona falla saman inn í sjálf sig og leysast upp í innri illdeilum meðan aðrir hlutar heimsins að vaksa og taka yfir. Ég held sko við öllust líka báður upp við að Kína til og það öflugt veldi en það sko bara einhver aukaleikari í samanburði við áhrifamátt Kína í dag. Kína að koma sér fyrir allstaðar í Afríku út alla Rómösku Ameríku og það þetta hluti af þessu örvæntingar öskri í Washington sko núna þetta hvað Kína orðið öflugt og farið að taka til sín. Það þetta valdbásríki og hefur engan áhuga frjálslynda lýðræði Vesturlanda.
við sjáum það líka, Rómönska Ameríka að rísa upp, Brasilía öflugt ríki, Indland að styrkjast verulega í Asíu og fleiri Asíuríki. Meira að segja sko, í Afríku eru ríki að verða miklu öflugri heldur en voru áður. Suður Afríka farið að verða miklu sjálfsöruggara í sínum athöfnum. Alþjóðavettvangi sjáum við bara hvernig Suður Afríka hefur farið fram varðandi stríðsglæpadómstólinn og Ísrael, og við getum líka verið bara að horfa upp á umpólun á heimskerfinu þar sem að að meðan að sko við erum upptekin innri deilum og höldum að þær skipti öllu máli, og að það skipti öllu máli hvort að einhverja deilur á milli Donald Trump og Mette Frederiksen, þá eru bara aðrir taka við fórustunni í heiminum. En það ekki afleiðing að það sé svona ég segi ekki efnahagsleg hnignun Vesturlanda, en maður gæti sagt það í samanburði við upprisu Suðaustur Asíu og eiginlega flest svæði heimsins að rísa upp á meðan að við höfum kannski ekki lifað svona bjartsýnistíma, þóttu sér að segja hafi aldrei verið betra, þá erum við ekki þetta ekki sama skriðið og var á fyrri hluta eftirstríðsárana. Nei. Það sem að virtist vera að sóknin skilaði svörum við öllu. Já. En við höfum eiginlega verið bara eiginlega frá olíukreppunni verið í högti í okkar heimsluta í samanburði við önnur ríki. Já, það eiginlega sko hátindur þessarar vonar endalausa aukna almenna velsældi á 10. áratugnum. Þá einhvern veginn svona líka vonin að hnattvæðingin myndi færa sko heiminn nær hver öðrum og að velsældin myndi sko færast út til annara svæða. Það svona fyrirheit á einhver liti brestur, og það líka út af hvernig auðsöfnun hefur verið, og það alveg rétt. En það hins vegar bara oft hannig. Þarna er komin út fyrir stjórnmálafræðin og komin inn einhvern veginn í einhverja sálfræði, sko. Það einhvern veginn oft hannig að þegar að maðurinn hefur það bara sem best, að þá verður hann ónæðastur einhvern veginn með aðstæður sína, sko. Og þetta hefur oft sést í samfélögum að það eru velmegandi samfélög sem hrynja inn í sjálf sig. Þannig hefur verið í gegnum alla söguna. Stærstu efnahagsveldi heims þau enda á því að hrynja. Það bara einhvern veginn eðli þeirra á einhvern hátt, hvort sem að það var Grikkland, Róm, Kína á sínum tíma, og kannski bara komið af Vesturlöndum að einhvern veginn molna undan eigin þunga, sko. Að Trump sé þá Trump bara sjúkdómseinkenni á þeirri þróun frekar heldur en sko mann kannski flýtir fyrir því á einhvern hátt. En einhvern veginn hann pólitískt hann svar við svona væntingar, draumar, samstaða hvert samfélagi var að fara, það bara ekki til lengur. Það maður getur þuluð upp drauma eftirstríðsárana en þá bara svara fólk og segir mér finnst þetta ekki eftir svona verð, sko. Þetta er ekki skilað neitt sérlega miklu. Og það grefur undan alls konar fyrirbrigðum, meðal annars akademíunni, að það sem að þú ert að segja að það bara þín skoðun, Eiríkur minn, að það horft bara framjá að við séum með akademíuna sem að leita að einhverju þekkingu sem að getur orðið grundvöllur undir samkomla okkar það hvernig samfélagið raunverulega að það bara farið. Þetta bara ein tegund af sannleikunum, en ég mér finnst eitthvað allt annað og ég með annað tegund af sannleikunum, og svo sá ég var áhrifavaldur sem var að segja þetta og þannig ég ætla bara alveg að taka tillit við þess, og við erum raunverulega í þessari stöðu og Trump vinnur ítir á undir, hann kannski afkvæmið þessa tíma, en hann ítir líka undir það. Þetta svona anti-intellektualismi sem bara hefur verið grassarandi mjög lengi, þar sem að þekkingin einmitt bara veginn og léttveg fundin og og þetta þessi post-truth staða sem við erum í, kalla það sko handan sannleiks stjórnmál, og sem að gengur einmitt út á það að
sko skoðun mín jafn rétt á þekkingu þinni og skiptir þá einu hvor okkur hefur raunverulega lagt eitthvað á sig til þess að skilja fyrirbærið. Og þannig að samanlögð þekking mannsins getur verið afskrifuð bara með brjóstvitinu einu. Þetta auðvitað leiðin til þess að samfélög bara molni innanfrá sko. Það en út af því að við erum að skoða af hverju gerist þetta þá svona. Trump ekki einn sko. Þetta að gerast út allt. AfD orðið leiðandi stjórnarmálaafli, leiðir stjórnarandstöðunni í Þýskalandi og getur alveg komist til valda þar eftir kosningar. Þjóðfylkingin í Frakklandi hefur verið stjórnarandstaðan þar yfir mjög langan tíma og getur vel verið að Marine Le Pen verði næsti forseti Frakklands. Þjóðernispopulistar eru við völd á Ítalíu. Kollega mínir þar vilja kalla hana postfasista. Grigorija Meloni eru þetta úr gamla fastaflokknum. Elst upp í gegnum arftaka fastaflokksins sem hann notar ennþá merki fastaflokksins og hún var spurð það hvort það væri eðlilegt fyrir hennar flokk að nota þetta merki. Hún sagði já, það bara algjörlega eðlilegt, þetta saga flokksins. Þannig hún ekki að fela sína fasísku arfleið, þetta að gerast út allt. En skoðum Bandaríkin að þá hefur það gerst samhliða þessari almennu velsæld og það ekki mótsögn fólkin í þessu, þetta bara einkenni samfélagsins að þrátt fyrir almenna velsæld að þá eru skarar fólk sem hafa setið eftir. Og það líka svona fólk sem upplifið sig sko jaðarsett líka, ekki bara efnahagslega líka tilfinningalega, menningalega og bara svona tilvistarlega. Leið og Bandaríkin sko vaksa til strandana, velmegunin verður almenn mjög víða. Aðrir hópar sem áður voru jaðarsettir sækja fram. Kynjajafnréttismál hafa verið að aukast, sem sagt framganga fólks af öðrum uppruna, öðrum trúarbrögðum, en eftir sitja skarar fólks ófagmenntaðir meðan að sko menntunarstig eykst alls þar annars staðar í samfélaginu, þá eru aðrir hlutar samfélagsins sem sitja eftir. Og mikill munur á bara efnahagslegum þrótti borgarna og sveitana. Ég held að það muni alveg tvöfalt til dæmis og tökur París eða meðaltal dreifðari byggða. Þetta svona raunveruleiki sem við þekkjum ekki alveg hér, af því að það ekki þessi munur hérna í Íslandi. En hann gríðarlegur og hefur gríðarlega áhrif á því hvort þú sett að lifa inn í London eða í einhverjum riðbeltum í norðrinu. Það bara ólík, þetta svo verið í öðru landi. Þetta bara verið svo verið allt öðru landi. Gangum götu London, þú getur upplifa bara að Bretland sé sko, þetta stórfenglega menningar samfélag þar sem að sko smjör drýpur af hverju strái en svo ferðu út land og þá sérðu sko hrörnandi samfélög, byggingar að runi komnar, annarkvert sko verslunarrými autt og svo framvegis, þannig að það þessi vanræksla gagnvart fólki sem að við höfum fundist allt í lagi að skilja eftir og þetta að stórum hluta ófagmenntaðir, hvítir karlar oftast, þó þetta séu kannski aðeins meira mæli heldur en konur líka, sem hafa setið eftir og hort á alla aðra njóta ávaxtana af þjóðfélagsbreytingunni. Og svo þegar og taka svona dagskrárvaldi í allir umræðum, þú ert að byrja að lifa í menningu sem þér ókunnug. Og svo einhver sko, segjum þrítugur, ófagmenntaður, hvítur karl sem að vinnur baki brotnu erfiði starf og næri ekki að framfleyta fjölskyldu sínu almennilega á því og svo honum sagt af öllu samfélaginu að hann sé í forréttindastöðu gagnvart öðrum. Þá verður til svona misvægi í upplifun hans á eigin veruleika og því sem samfélagið að segja honum stöðu hans
Og inn í þetta koma óprutnir aðilar og ala á gremjunni og óttanum garð þessara þjóðfélagsbreytinga og tala inn í þennan hóp. Og það og út frá þeirri grunnurinn. viðspyrnu sem kannski ólíkt núna og var kannski fyrir 15 árum þegar þú varst að byrja að skoða þessa hægri flokka. Það sem höfðu viðspyrnu í þessum hópum, ólíkt því sem þá, að núna hefur svo viðspyrna dugað oft til þess að ná sko miklu stærri hljómgrunn, langt inn í borgirnar. En þarna grunnurinn í en rótin í stuðninum og svo dreifist hún áfram. Vegna þess að önnur stjórnmálaöfl virðast ekki að hafa svör við vandamálum. Já, og svo bara þjóðernishyggja þess eðlis og stjórnmálahugmyndir þær bara breytast og það sem við teljum eðlilegt og allt það tekur breytingu. Leið og nærð þessari fótfesu, þá getur vaxið út úr henni og endanum náðu öllu samfélaginu undir því. Þannig virkar þjóðernishyggja. Eitt af því sem eingetið eftirstríðsárin var velferðaríkið sem að... Það bara eins og, alltaf þegar maður kemur með þennan samanburð, þá voru maður að setja sveran fyrirvara, en þú skoðar uppgang nasistaflokksins í Þýskalandi á sínu tíma og ég ætla ekki að draga einhvern skýran samanburð það sem þeir gera, en það áhugavert bara nákvæmlega þessu tilliti, að þegar þeir ná sambandi við fólk sem að upplifi sig afskipt undir okað ofan í bjórkjöllurunum í munn og svo framvegis þá fundu þeir rótina sem þeir gátu nýtt til þess að ná út og endanum ná þeir stærstum hluta samfélagsins undir sig en þeir hefðu aldrei gert það ef það væri ekki raunveruleg sem voru stórleiti vonbrigði hermanna sem höfðu barist í fyrir heimsstyrjöldinni komið heim og upplifa það þeir hefðu fengu bara í lekkjett fyrir það sem þeir hefðu fólk. Þú verður að hafa eitthvað svona grunn til þess að geta vaxið út frá og það er það sem tókst þar og það er það sem við sjáum líka en þar endar líka samanburðurinn. En eitt af því sem að einkenndi eftirstríðsárin var uppbygging velferðaríkisins sem að snerist það annars vegar að rétta hlut hópa sem höfðu verið skildir eftir bæði þá fátækt verkafólk en líka jaðarsetta hópa sem að voru svartir og svo kvennabaráttan og eitthvað fleira. En líka leiðrétting á milli kynslóða þar sem að skattkerfið var byggt upp þannig að svona hápunkti starfsæviðinnar að þá borgaru mikla skatta sem að þú kannski naust þegar þú varst í námi eða kom undir fótunum og varst með börn og fleira, þú barnabætur og svo eftirlaun þegar þú varst gömul. Þannig að svona leiðrétting þessu. Þegar þú ert að lýsa þessum umbreytingu sem að verða við uppbyggingu borganna og sterkra atvinnusvæða og meðan önnur hörna, þá eins og að í okkar heimsluta hafi verið hort á þennan ójöfnuð eins og hann væri náttúrulegur og eðlilegur. Þarna getum við vísa til okkar eigin sögu að þegar kvótinn fór frá Þingari, við segjum bara sem eitthvað dæmi að þá var svona auðvelt fyrir alla að segja fluttu þá bara í bæinn, eins og þú ætti bara að beygja þig undir svona náttúrulega þannig að þessi svona umbreyting samfélagsins í svona atvinnuháttum var litið svo á að það væri ekki hlutverk ríkisins eða einhverja að bregðast við þessu með neinum hætti. Algjörlega. Og þarlegandi erum við kannski setið upp í súpunum með því. Kannski hefðu við aðeins átt að beita einhverju athygli á. Já, og náttúrulega flestir bara fluttu og löguðu sig að þessari breyttu mynd en aðrir sátu eftir. Já, en það reyndar ekki endilega flestir sem að flytja. Það er slatti sem að flytur. Þetta hefur verið rannsakað, hún sem að, hvað heitir hún, Dúróblú sem að fekk þeim sem fekk Nóbelinn fyrir svona 5 árum. Að hún var að rannsaka svona hörmungarsvæði, það sem að voruð fyrir svona áfalli og hennar mat þegar eru koma svona náttúruhamfarir og einhverja svona slíkar hörmungar að þá það ekki nema svona 15% sem að flytur, hinni sitt eftir og þeir sem að fara að þeim vegna betur í öllum tækjunum sem að við höfum til þess að meta það sem eru bara launin og stærð húsnæðisins, menntun barnanna og eitthvað fleira.
Þetta eru bara tæki sem við höfum til þess að mæla og allir vita þetta, líka þessi 85% sem að sitja eftir, þau vita að þú myndir efnahagslega standa betur, en þau meta verðmæti samfélagsins sem eftir, sem þau kjósa fram yfir það að flytja og hafa efnahagslega betur, þau meta það einfallega meira, en við bara kunnum ekki að mæla það. Hvaða hver eru verðmæti sem að fólk velur, þannig það var fólk sem var eftir á þingari, eftir að kvóti fór. En svo það meðvitundin í svona ákvörðunum sem kannski erfitt átta sig nákvæmlega á sko. Þeir fara sem hafa tækifærin, það náttúrulega líka það. Og við sjáum þetta í allri öllum sko fólkslutningum í heiminum. Að það alltaf sko þeir sem að hafa tækifæri til þess að bjarga sér sem að fara. Það alltaf svona, ef maður vill nota eitthvað svoleiðis orð sko, þú veist, það hinir hæfu. Sem að fara á þessa mælikvarða sem á þá mælikvarða því að það einu mælikvarðin sem við kunnum að nota en við kunnum ekki að meta en það kannski aðrir sem að myndi vilja fara en þeir treysta sér ekki til þess út af því að þeir hafi ekki sumir sem að fóru hefðu vilja vera ef það hefði verið svo það það sko svo það en það sko hann var að fá Bandaríkjanna núna, D.T. Vance, hann lýsir þessari tilfinningu óbærslega vel í sinni bók, Hillbilly Elegy, sem að ég sé að það eru sumir að reyna að afskrifa þessa bók sem svona léttvægt innlegg og hann skauti fram hjá hinn og þessu og hann skauti fram hjá alls konar, en hann lýsir tilfinningunni að vera skilin eftir útskúfaður fyrirlitin af restinni af þjóðfélaginu sem sko einhvers konar hillbilly sko og þeirri gremju sem að þar grefur sig, þeirri menningu sem verður til, þeim viðhorfum sem að styrkjast og festast í sessi og hann lýsir því bara feikilega vel í þessari bók og það svo tilfinning hvað svo sem við viljum segja að sé réttmætt í þeirri tilfinningu sem að skýrir stuðningin við stjórnmálaöfl að þessu tagi. Og það hefur ekki gagnast stjórnmálamönnum vel að fara inn í riðbeltin og segja við að Eiríkur, þér á ekki að líða svona sko. Þú ætti að vera rosa glaður en þess að, veistu hvað við höfum lyft mörgum upp úr fátækt í Kína með því að flytja verksmiðuna þangað. Það raunverulega heilt yfir að þá erum við okkur að ganga miklu betur alveg saman hvernig þetta hefur ekki virkað. Nei, þetta hefur ekki virkað. Þetta gefst ekki vel. Og þá komum við að því að uppgangur Trump og félaga og þeirra sem hafa spilað svona inn á riðbeltin í Evrópu sem víða raunveruleiki í Frakklandi, í Bretlandi og austur Þýskaland, það er ekki tilviljun að Alternative for Deutschland sé sterkast þar, því það náttúrulega sömuleyti sko svæði sem að við sameininguna þá komu bara vestræn fyrirtæki og bara sópuðu upp öllu sem að voru okkur verðmæti og það fólk var skilið eftir en ættum við ekki að vera að ræða af hverju hafa önnur stjórnmál ekki náð að svara þessari misskiptingu innan landana eftir svæðum og stéttum og hópum og svona þessari, það sem annars við með innan sama landsins tilfinningu fyrir einhverju mikilli auðseld og endalísu tækifærum og svo ertu hins vegar með tilfinningu fyrir að við erum bara innilokuð og við erum gleymd og við lifum í menningu sem okkur verður alltaf óskiljanlegri. Ég held að það sé sko hluta til bara vegna þess að það hefur ekki haft áhuga fyrir því einhverju leyti. Þú skoða bara vinstri flokkana svona þetta klassíska, sósíaldemokratíska vinstri á Vesturlöndum að þá gerist það að það verður rof á milli forystu fólksins í þessum flokkum sem að kemst til valdana svona og segja og ofanverði 20. öldinni og inn í nýju öldina og svona hefðbundnu stuðningsmönnum þessara flokka. Fyrir þessi flokkar eru stofnaðir af verkamönnum, alþýðunni sem að berjast fyrir kröfum sínum og ef við notum þessi hugtak bara blue collar og white collar að þá eru sem sagt blákragar sem að fara fyrir þessum flokkum
En síðan komast til valdana sko afkomendur þeirra sem orðið menntafólk og sem kemur bara inn úr fínustu háskólum heimsins og hefur aldrei unnið við verkastörf. Kannski á sumrin, þetta fyrsta kynslóð í lágstéttabarnanna sem að komast til mennta, sem að taka yfir hreyfinguna, sem að náttúrulega hreyfingi leit á að þeir vorum að mennta ykkur til þess. Og þetta allt eðlilega skýringar á þessu. Það fullkomlega eðlilega skýringar á þessu öllu. En það alveg jafn gildar, þráttur að þessi eðlilegar. Að það verður þetta rof og þessi og kjör og þetta fólk upptekið af því að rétta hlut annara heldur en hvítra karla. Það og eðlilega og sko það var nauðsynlegt að rétta af kynjahallan í atvinnulífinu og bara í samfélaginu öllu. Það var algjörlega bráðnauðsynlegt. Og líka nauðsynlegt að rétta af hlut fólks af öðrum uppruna sem að sko fylgdi sko neðsta lag samfélagsins sko allstaðar og svo framvegis, en þarna gleymdust bara ákveðnir hópar eftir sem að vinstri flokkarnir litu framhjá. Og ef þú litur til Bandaríkjanna þá kannski svona seinasti forystumaður demokrata sem að talaði ennþá við þennan hóp var sko Bill Clinton. Bill Clinton sko var auðvitað holdgerfingur þessarar breytingar á sem sagt hennu sósíaldemokratiska vinstri í heiminum, við getum svo satt, en hann hafði ennþá þessa taug gagnvart sem sagt alþýðunni og þeim uppruna og kunni það tungumál, og hann var til dæmis maður sem þú gast sett inn í svona samfélag og hann fungeraði í því. Hann, fólk gat samsama sig við hann, en þarna þetta að trosna eiga síður. Svo hann segði ekki mikið meira heldur en I feel your pain, eins og hann sagði eftir mann. Og svo innleitt hann það sem að Reagan hafði ekki klárað með afreglaveðingu Wall Street og innleitið bara alla stefnu hægrisins. En þú spurði sko af hverju, þá held ég að þetta sé ástæðan, bara eðlilegt rof verður milli forystunar og sem sagt umbjóðandana. Það eru mikla breytingar í pólitíkinni. Pólitíkin hefur svona efnahagslegar forsetur. Við höfum ekki tala núna hvort að sko fólksflutningar séu meiri núna og munu þar leiðandi hafa áhrif á stjórnmálin. En þeir bara eru það ekki. Nei, ég nefnilega heyri það stundu sagt sko. Já, það bara ekki satt. Já, ég ætlaði að sleppa þeirri, en við erum búin að tala svolítið efnahagslegu ástæðunar. En pólitík líka sko svona hugmyndir og þær geta ferðast á þess að hafa kannski efnahagslega forsetur. Og að því að við vorum að tala ryðbeltinu, þá getum við ekki talað ryðbelti á Íslandi. Nei, það eru við höfum ekki En það eru svona einstaka þorp út land sem hafa setið eftir. En það ekki neini líkingu við norðurhéruðin bæði í Frakklandi og Bretlandi eða Austur-Þýskaland eða ryðbeltin í Bandaríkjunum. Við höfum ekki þessa forsetur. Og við höfum þar ekki þessa forsetur sem ætti að vera ungir hvítir kallmenn sem að upplifa sig að skilda eftir í einhverjum efnahagslegum tækifærum. En hins vegar höfum við unga hvíta kallmenn sem upplifa það að þeir séu ekki með þann sess í menningunni og samfélaginu sem hefðu átt að hafa. Og þar fáum við mikil áhrif frá Trump. Og þá líka í sambandi við hvernig hann talar sko samfélagið og til dæmis akademíuna og þetta svona margflókna lýðræðislega samfélag og talar fyrir svona valdboðum og öðru slíku sem á hljómgrunn á Íslandi. Já. Jú, sko, eins og ég nefndi á hann, til þess að svona stjórnmálahreyfingar nái árangri þá þurfa því að hafa eitthvað grunn til þess að byggja á, en svo ferðast hugmyndirnar út allt. Og fara langt út fyrir þann upprunalega hóp og gríðarlega mikið af stjórnmála hugmyndum á Íslandi koma bara utanfrá án þess að hafa samsvörun í landinu. Bara eitt dæmi sem sagt hugmyndin djúpríkið
sem að hugmynd sem kemur úr sko ríkjum sem að herinn hefur verið sterkur og alltaf að stela völdunum og þá átt við að herinn og hergagna iðnaðurinn séu runni djúpríkið og þeir séu svona stýra baku tjöldin, Tyrklandi og svo framvegis og Donald Trump flytur þetta hugtak í svona nútímamerkingunni inn til Bandaríkjanna og lýsir í rauninni bara regluveldin í Bandaríkjunum sem djúpríkinu, þannig það bara eitthvað skrifstofufólk sem að afgreiða mál, þeir eru orðnir djúpríki. Reglurnar eru til þess að þau haldi völdum. Og svo framvegis. Og svo sjáum við þessa hugmyndum djúpríkið vera að koma til Íslands. Og hún kemur ekki vegna neinna reynslu eða einhverja breytingur sem hefur orðið hér. Heldur þetta bara hugmyndir sem koma þarna utan og fólk fyrir að taka upp á sína arma hér og við sjáum þá á könnunum að fleiri og fleiri á Íslandi telja nú að hér sé til djúpríki sem að ráði of miklu undir niðri og afgeri verk réttkjörinna stjórnvalda á þess að nokkuð hafi breyst í þeim efnum hér. Það alveg sama hvað við kjósum að stjórnmálamennir sem ætla að breyta ykkur þeir ná engu fram vegna þess að það djúpríki sem hindrar það. Já, og þá bara verið að lýsa sko regluveldi. En þannig það í lýðræðislegum samfélögum að þau stjórnvöld sem að komast til valda hverju sinni, þau hreyfa svona kannski 5% af ríkisútgjöldum til eða frá. Það svona það bil þar sem þú getur hreyft í stjórnmálum. 90-95% af öllu bara fast í kerfum. Það þarf bara að reka skólana, það þarf að leggja vegi, þú veist, rafmagnskaplanir þurfa að virka og þetta 90 og eitthvað % af öllum rekstri ríkisins. Þannig að stjórnmálamaður sem kemur inn, hann að hreyfa mjög lítinn part af ríkisrekstrinum. Maður ættir að færa á einhvern hátt til. Og þegar að nema þá með viðtakara samkomulagi að breyta menntakerfinu eða heilbrigðiskerfinu. Já, en ef við búum við fyrir álsnitt lýðræðiskerfi þá grunnurinn, við höfum sæst á grunninn. Hér grunnur, hann svona og svo tökumst við á útfæslur á öðrum þáttum. En það til dæmis held ég ekki mjög margir á Íslandi sem að segja, já, við skulum bara leggja niður Landspítalann. Og bara hætta heilbrigðisstarfsemi. Ég heyrði í kosningunum að það var eitthvað sem lagði til að skera niður ríkisútgjöldum þriðjung. Já, sko, nú heilbrigðiskerfið talandi svona hugmyndir sem að flytjast hingað því að ég heyrði þetta, ég man ekki hvort ég heyrði þetta fyrst í Argentínu eða í Bandaríkjunum, en þetta var komið allt inn í Ég meina við getum alveg sagt, stjórnmálamaður getur alveg komið og sagt, heyrðu við ætlum ekki að ríkið og ekki að vera að stunda einhverjar krabbameinslækningar. Sleppum því bara. Þetta ekki, ég held að myndir ekki ná miklum árangri í íslensku stjórnmálum með því. Og þetta dæmi það að sem sagt völd stjórnmálamanna eru takmörkuð af þeirri sátt sem í samfélaginu svona grundvöllin. Og sáttin grundvöllin miklu meiri heldur en að við gerum okkur almennt grein fyrir. En aðalerindi Trump líklega að segja að það ekkert sátt þetta. Já, en það rangt hjá hann. Það almenningu vill breyta þessu. Já, hann vill breyta komin til að breyta því. Já, og þetta rétt, hann gerir þetta, en ég held að sáttin sé meiri heldur en að við höldum. Það eftir að koma í ljós viðspyrna við því sem að hann ætla sér að gera og hvort hann takist það. Já. Og en sko, ég held að þetta sé mikið innan tómt, sko. En það samt ekki þannig, Eiríkur, að ef ég hefði spurt fyrir mánuði síðan, svona fyrstu vikuna hans Donald Trump, þá hefður eiginlega ekki veðjað á Panama, Grænland, Palestínu, símtalið til Mette Friðriksson sem var vist bara eitthvað, hann bara jósi yfir hana í 3 korter. Og þetta náttúrulega geðþótta stjórnmál, þetta náttúrulega með mann sem að stýrist af geðþótta líka. En ef það eitthvað sem hefur komið svona aðeins og óvart, hversu skipulega hann gengur til verks og allt kerfið. Og þegar hann tekur við byrjun árs 2017, þá var bara allt í hershöndum. Það var upplausn í öllu og það lék allt á reiðu skjálfi, það var algjör ringulreið, það kom einhverjir talsmenn og þeir fuðruðu bara upp, við púltið og það var svo mikið bull og rugl
og auðvitað átti maður vona því að hann hefði lært eitthvað af þessu og kæmi skipulegar til leiks núna, en hversu afgerandi þetta það hefur, og hversu snöggt það hefur aðeins komið óvart. Hann byrjað að flytja fólk úr landi? Hann byrjað að flytja fólk úr landi, hann sendir bara herflugvél til Kólumbíu og ef að þeir leyfa ekki að lenda þá hótar hann að setja 25% toll á landið, en sko hann þekkt í pókerspili sko, call your bluff, ég held að það sé nú eina sem hann mun á endanum skilja, það ef að fólk gerir það bara. Ef að ríki gera það, ég meina Kólumbía lét undan. Það lét undan, já. Og það orðið svona, þú flugst frá Panama til Bandaríkjanna? Já. Og þú varst var við breytingar? Já, ég kom bara nýverið gegnum Panama og þar tók ég eftir því að mér fannst vera breyting á móttökunni. Ég oft komið inn til Bandaríkjanna frá Rómönsku Ameríku og þá fer maður bara í gegnum þessa almenna landamæra eftirlit. En í þessu tilviki þá öllum í vélinni allir settir inn í svona einhvers konar kláf eða bíl sem að fer með okkur á sér landamærastöð. Það sem bara farið gegnum þessa vél og það alveg sumstaðar þannig í Bandaríkjunum, þá bara hver vél afgreidd, en mér fannst þess að þetta væri kerfisbundið með þessa vél frá Panama og þar sem að öðrum en Bandaríkjamönnum og bara fólk á vestrænu vegabréfi eins og ég var meðhöndlað með öðrum hætti. Og það eru breytingar við í heiminum, það eru kosningar framundan í Þýskalandi í næsta mánuði og þær verða náttúrulega mjög áhugaverðar og mikilvægar. Já, og staða AfD þar mun breyta miklu sko. Ef að þeir komast í einhvers konar valdastöðu þá það leikbreytir fyrir Evrópu. Já, og það annars vegar að þau komast inn í ríkisstjórn, en síðan þau líka í breytingum í pólitíkinni að þegar flokkar ná það sterkri stöðu að aðrir flokkar upplifa að verða einhvern veginn að taka tilliti til stefnuður og eitthvað fleira, að það hefur við séð slíka áhrif í Norðurlöndunum og miklu víðar í Evrópu. Já, bara alls þar, mér sjálfri í Svíþjóð. Herðu, Eiríkur, takk fyrir að koma hingað og ræða Trump og meintan uppgang fasismans í okkar resultat. Takk fyrir. En við ætlum að vera hérna áfram. Það margt að ræða. Næsti kafli í rannsóknum okkar eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.